Ég heiti Sólrún Inga og ég formaður félags fornleifafræðinga. Eins og þið kannski vitið þá fyrirlesturinn í dag hluti af fyrirlestraröð sem að félagið stendur fyrir í samstarfi við Þjóðminjasafn Íslands og hvað heitir þetta, fornleifadeild eða námsbraut í fornleifafræði á Háskóla Íslands. Og þessir fyrirlestrar eru sem sagt á miðvikudögum, alla miðvikudaga fram á vor, klukkan 12 hér í þessum sal. En í dag ætlar hún Sólveig Guðmundsdóttir Beck að flytja fyrirlestur doktorsverkefni hennar, Kvarnanám á Íslandi á 18. öld og síðar. En hún hefur stundað fornleifafræði síðan, fornleifarannsóknir síðan 2002 og einnig stundakennari við Háskóla. Gjörðu svo vel, Sólveig. Góðan dag, takk fyrir að koma. Ég heiti Sólveig og þetta hluti, þetta svona lítill partur af doktorsverkefninu mínu við Háskóla Íslands í fornleifafræði og ég að fjalla allt sem við kemur kvarnarsteinum og gerð og framleiðslu og innflutningi á þeim gripaflokki á Íslandi frá landnámi og fram á 20. öld. En í dag ætla ég bara að fjalla ég ætla svona bara að fjalla íslenska hlutan og svona þessa framleiðslu, hvernig hún byrjaði, hún komst á stað eftir á 18. öldinni, í seinni hluta 18. aldar og ég ætla aðeins að spjalla vettvangsferðina mína sem ég fór núna í sumar á valda staði sem ég fann í heimildum. Og ég ætla að byrja bara á svolítið sögu og svo ætla ég að tala kvarnarsmiðina og efnistökuna og þessa valdu staði sem ég fór á og svo bara svona smá niðurstöður. Við byrjum í kringum 1770. Það kornræktunartilraunir innréttinganna og Skúla Magnússonar og þeirra. Það útséð með það að þær eru bara frekar misheppnaðar og Skúli Magnússon stingur upp á því að það sé kannski bara ágætt að flytja inn ómalað korn til Íslands. Og þetta rétt fyrir 1770, 67 eða 69 í stjórnar sem ég hef fundið. Og landsnefndin fyrri tekur þetta fyrir í mati sínu á ástandinu á Íslandi og hvað megi bæta og þar meðal annars nefnt að það væri alveg hægt að flytja inn malað korn og Íslendingar gætu malað það sjálfir. Og í skjölum sem að safnað af landsnefndinni fyrri að þar kemur fram meðal annars að íslenskar kvarnir eru notaðar til að mala kornið melgresið í Skaftafellssýslu og malt á ónefndum stöðum. En þetta þarna á nálægt Reykjanesi og í Árnesi, þannig að maður getur ímyndað sér það biskupinn sem minnir mig sem talar þetta sem nefnir það að þetta sé notað sem að það eru maltkvarnir, íslenska maltkvarnir til. Það sé þarna einhvers staðar í kringum Skálholt og á því svæði. En það gerist lítið í þessu fyrir 1774 að þá kemur konungurinn út tilskipun það að rentukammerinn megi eyða pening í það að reyna að reisa Íslandsfondið upp úr öskunni og þar á meðal í skjölum frá 75 eða 74-75 þá eru Þórdal stiftamtmaður og Ólafur Stephensen amtmaður, þá eru þeir svona að ræða við rentukammerið það hvað hægt að gera og þeir komast að þeirri niðurstöðu að Íslendingar geti vel malað kornið sitt sjálfur ef það flutt inn. Og sumarið 75 að þá sendir Þórdal stiftamtmaður 4 kvarnasteinasýni til Kaupmannahafnar til að láta meta þau. Og það eru eitt sýnið sent úr vestur Skaftafellssýslu til Reykjavíkur og það einn óunninn steinn af Þingvöllum og svo eru 2 önnur sýni sem ekki nefnt í bréfinu hvaðan eru. Og hann sendir þau út til
Kaupmannahafnar og þau eru metin af ákveðnum mönnum og ég veit svo sem ekkert mikið þessa menn, ég man ekki alveg hvað þeir heita, en einn þeirra að minnsta kosti sonur virts malara í Kaupmannahöfn. Þannig að minnsta kosti einhverjir að vissu hvað þeir voru að tala og já, 75 að þá telja Þórdal og Stephensen að sem við hættum að fólk vali korni sjálft og það ætti að flytja inn handkvarnir frá Noregi og litlar myllur. Þessi sýni koma tilbaka aftur 75 og Vestur-Skaftafellssýslusteinn talinn bara fínn, vel nýtanlegur. Þingvallasteinn talinn að gæti alveg verið, bara það mætti kannski pröfa að gera stærri eintök. En hinnir tveir sem við vitum ekki hvaðan eru taldir ónótæmir vegna þess að augun voru of stór og það var of langt á milli. Í apríl 76 hefst innflutningur eða tilkynntum að innflutningur eigi hefjast á ómöluðu korni og í þessu bréfi sem í lögsamling fór Ísland og það talað að þeir hafi, rentukammerin hafi ágætt að trúa því að Íslendingar geti hafið íslenska framleiðslu sjálfir og stinga upp á því að Danmörk sendi fríar kvarnir til áhugasamra sem vilja taka upp mölun á korni og sendi þeim fríar kvarnir. Og strax í maí að þá nýtt verðlag kynnt fyrir konungsverslunina og þar meðal bætist við verð á innfluttum kvörnum og verðið á mjöli hækkað til þess að reyna hvað maður segja, til þess að gefa smá hvatningu að kaupa frekar ómala korn. Fyrstu kvarnasteinasendingarnar frá Danmörku frá Noregi og í gegnum Danmörku að þeir koma 76 og 77. Samkvæmt innflutningsskýrslum sem eru bara yfirlitið við verðmæti að þá engin kvarnasteinn seldur 76 en það eru einhverjir kvarnasteinar seldir 1777. Þannig að það spurning hvort að 76 hafi kaupmenn komið með kvarnir og látið þær fríar en strax 77 þá eru þeir farnir að selja þær og það virðist vera svolítið ruglingur það hversu margar kvarnir eigi að vera ókeypis og kaupmenn og ekki mjög fúsir til þess að láta kvarnir ókeypis en það tekur náttúrulega gríðarlega dýrt að senda þetta til landsins og það stendur skýrt og greinilega að þessi steinar eigi að vera sem eru fríir, þeir eigi að vera þeir eigi að vera viðmið, mót sem að Íslendingar eigi móta og mauta sína framleiðslu eftir en ekki til þess að gera framleiðsluna óþarfa. En það svolítið kvartað yfir þessum óvilja hjá verslunarmönnum. Þannig að konungurinn ákveður, eða rentukammerið ákveður 79 að kvarnir eigi að vera fríar. 200 kvarnir eiga að koma til landsins sem eiga að vera fríar. Þeir sem eru búnir að fá stein en þurft að borga fyrir hann, þeir eiga að fá tæknilega séð, þeir eiga að fá endurgreitt samkvæmt tilkynningunni. Og samkvæmt innflutnings upplýsingu sem ég hef innflutningsverði þá eru engar kvarnir seldar árið 1780. Eftir upplýsingum úr rentukammerskjölum sem ég hef verið að safna saman að þá á þessum tíma komin Vestmannaeyingar eru byrjaðir að framleiða sína eigin steina, það eru komnir steinar í verslunina, bændur eru að fá verðlaun fyrir framleiðslu á Snæfellsnesi og Árnessýslu og Rangárvallasýslu og þetta og sýslumaðurinn í Vestur-Skaftafellssýslu hann hafnar, hann sendir byrja og segir ég þarf ekki fyrir steinana, við erum með nóg steinum sjálfur, þannig að þetta á Suðurlandinu og Snæfellsnesinu og að minnsta kosti í Vestmannaeyjum að þá virðist vera ágætis uppgangur í framleiðslu, íslenskri framleiðslu. Frá 1781 þá gefur Mölbydysjóður og Danska Landbúnaðarfélagið þá veita verðlaun fyrir kvarnasteinaframleiðslu og í mars 1784 þá
gefin út tilskipun það að verðlaunin eru ákveðin, 16 skildingar fyrir litla kvarnasteina sem að komið með í verslunina og 24 skildingar fyrir stóra innlenda steina. Og þessi verðlaun eru veitt fyrir kvarnasteinasmíði frá 1781 og alveg fram til 1790 samkvæmt heimildum. Árið 1783 þá vildi Rentukamari koma á reglu á innlent verðlag og þeir senda spurningalista til sýslumanna sem að þeir eiga að svara í sambandi við hvernig gengur framleiðslan, hvað verðlagið, hvað eru margir steinar í hverjum landshluta og þess áttar. Og skýrslur sýslumannanna eru að koma 1783 sem ekkert voðalega góður tími þegar skaftareldarnir eru nýbyrjaðir og það allt að fara í handaskóla. En margir þeirra svara, það eru margar skýrslurnar mættu vera mjög ítarlegri, það væri skemmtilegra, en ítarlegustu skýrslurnar komu úr Rangárvallasýslunni og þar er það tilkynnt að það eru yfir 200 kvarnir í notkun í 20 sóknum og það ég búin að reikna það út að það er ein kvörn fyrir 1 til 4 bæi á svæðinu í þessum sóknum og margir þeirra eru fluttir inn annarkvort búnir til í Rangárvallasýslu eða fólk hefur náð í efni í Árnessýslu eða Vestur-Skaftafellssýslu. Þannig að þetta verðist að vera komið í góðan veg að minnsta kosti 83. En samkvæmt innflutningsskýrslum þá eru 1783 komnar yfir 600 erlendar kvarnir komnar til landsins með í verslunum. Eftir, þeir ætla að setja eitthvað svona verðlag á innlenda framleiðslu en það gerist aldrei neitt í því. 1783 náttúrulega byrja skaftaraldarnir og árin á eftir eru mjög erfið og innflutt korn og mjöl hækkar eykst 50% innflutningurinn og það eru bara 1783 eru yfir 200 kvarnir sendar til landsins. Og yfirlýsing sem gefin út mars 1784 að þá bara sagt Íslendingar þið megi nota, þið megi bara nálgast kvarnir bara hvernig sem þið viljið, bara við bara hvernig sem þú getur, viltu búa fyrir sjálfur, viltu kaupa nákvæmlega, viltu fara í verslunina, bara hvernig sem og það var aldrei, þó að skýrslurnar sem að sýslumennirnir sendu sýndu greinilega fram á það að verðlag á Íslandi var mjög misjafnt alveg frá undir einum ríkisdal fyrir parið og alveg upp í 2 þannig að það var svona svolítið rokkandi en það var bara ákveðið að þetta var bara frjálst verðlag, þú gast bara ákveðið hvað þú vildir fá fyrir steinin sjálfur sem þú gerðir. En íslenskir steinar voru samkvæmt verðlagi helmingi ódýrari en þessir innfluttu. Eftir þegar síðustu verðlaunin eru gefin út 1790 að þá verður bara þögn í heimildum og það virðist bara vera að ríkið hætt að hafa afskipti af hlutunum og Íslendingar verða bara hérna frá að halda þessu uppi, halda þessu gangandi sjálfir og sjáum þetta sjálfir. En eins og segi, að minnsta kosti á Suðurlandi og Snæfellsnesi að þá virðist íslensk framleiðsla komin bara á ágætt skrið og ekki þurfa neitt meira, ekki þurfa neina meira hjálp. En það eru aðeins minni upplýsingar Norðurland og mjög lítið því miður Vestfjörðina, þannig að þetta það er svona spurning hvort að það tók aðeins lengri tíma, en þetta eru 20 ár. Í öllum þeim heimildum sem ég búin að vera að leita að núna, og nú ég bara hætt, að þá ég samtals búin að finna upplýsingar 46 þekkta staði eða svæði sem hafa verið það sem kvarnasteinaefni hefur verið sótt. Oft er það oft mjög leiðilegt að það bara talað í þessum firði, að í þessari sókn staður þar sem hægt að ná í kvarnagrjót, þannig maður getur ekkert vitað ekki alveg nákvæmlega þess að rannsaka til hlítar hvar það gæti hafa verið og ég er búin að safna yfir 100 nöfnum á mönnum og einni konu sem fengu verðlaun eða hafa búið til kvarnasteina fram á
fram og bara í blá byrjun 20. aldar. Og þetta eru svona helstu skjöl og bækur sem ég hef verið að skoða. Ég er búin að fara yfir 490 kvarnasteina á Byggðasöfnum, Þjóðminjasafninu og bara í einkaeigu í 5 hreppum sem ég valdi bara allt land og inn í þessum 40, ég tel einn kvarnastein sem helming sem einn stein af því að mjög oft bara varðveittur helmingur. En inn í þessum 490 steinum eru 80 pör, 2 steinar sem eiga saman. Þetta alls konar berg, basískt, ísúrt, úr megineldstöðum, hraunum, mörgum mismunandi stöðum, en meira en 95% af þessu innlenda efni svona blöðrótt. Það svona, það svona eitt, skulum við segja. Og ef við skoðum, ég er búin að setja gróflega upp dreifinguna, ég veit ekki hvort þið sjáu það, erum við með einhvern svona... Á músuna. Kemur ekki músuna. Ég veit ekki hvort þið sjáu það, en svona gulu og bláu punktarnir eru erlendir steinar, meirihlutanum norskir eða sandsteinar. Allir kassarnir, rauðu og grænu kassarnir eru íslenskir steinar. Og þið sjáu það á mörgum stöðum að þá eru þetta alltaf íslenskir steinar í bland við erlenda. En það svona virðist vera á Suðurlandinu, hérna á Suðurlands, bara á þessu frá Höfn og alveg yfir í Árnessýslu, að þá er mjög lítið erlenda steina. Ég er ekki búin að greiða neitt úr þessari flækju sem hérna, það er alveg gríðarlega mikið steina sem myndist yfir Reykjavík og Reykjavíkursvæðinu, en meirihlutin af þeim eru einnig íslenskir. Og já, minnst virðist innflutning á Suðurlandi og í Borgarfirði, hérna, en það er Geitland sem við tölum á eftir, að þar er einnig staður sem gæti talast hafa verið fjöldaframleiðsla í gangi. Ef við skoðum efnistökustaðina, efnistökustaðirnir sjálfir eru stóru svörtupunktarnir og E6 númer í lista sem ég er með bara í skýrslunni minni og þessi litlu blápunktar eru kvarnarsmiðir. Og ég er með alveg gríðarlega mikið upplýsingum kvarnarsmiði hérna í Rangárvallasýslunni af því að skýrslan frá sýslumanninum í Rangárvallasýslu 1783 var svo ítarleg. En þeir dreifast allt land. Hérna eru margir sem hafa fengið verðlaun hérna í Skriðdal og Fljótsdal, hérna fyrir norðan og svo hérna í Saurbænum og hérna í Berserkjahrauni eru mikið kvarnarsmiðir sem fengu verðlaun fyrir smíðina. Og ég valdi það eru 46 staðir og yfir 100 smiðir. Ef við förum aðeins í svona frásagnir af eiginlegri efnistöku, þá hef ég bara fundið tvær mjög stuttar lýsingar. Það er einn frá 18. öld og hann séra Sæmundur Hólm, þegar hann skrifar meldtekjuna í Skaftafellssýslunni, að þá lýsir hann stuttlega hvernig efni kvarnasteina er safnað og hvernig þeir eru gerðir. Og báðar, og þessi Kristleifur henni er í Húsafelli, eða fer í Geitland með föður sínum og þar er grjóttekið fram til 1888 minnir mig. Og báðar þessar lýsingar tala það að bændur, þeir eyddu ekki of mikil orku í að ná í efni. Þeir leituðu á stöðum þar sem efnið var, þú gast fundið hellur sem voru brotnar upp á náttúrulegan hátt og þú varst ekki að eyða of miklum tíma í að kljúfa þykkri hellur eða þykkri grjót til þess að finna efni í kvarnasteina. Svo í sumar þá fór ég í kringum landið og skoðaði ákveðna staði með aðstoð fornminjasjóðs
og ég valdi staðina út frá því að ég vildi hafa staðsetningin væri skýr, þannig ég gæti alveg pottitt fundið þennan stað sem væri verið að tala að það tæki mig ekki of langan tíma eða of mikið erfiði að komast þangað. En að stóru leyti að þá fólst valið í hvernig berg var í safninu sem ég er búin að skoða og hvernig tegund af stöðum þetta eru. Þannig ég hugsaði hvernig bergmyndanir er þetta basalt, er þetta rhyolít, er þetta granófýr, hvernig efnistegund er þetta blöðrótt, er þetta massíft, er þetta staður það sem er hraun, breiða, er þetta skriður, er þetta fjara, er þetta fjallstoppur og svo var ekki verra ef að ég hafði stað þar sem að það var þekktur kvarnastiður tengdur staðnum. Þannig ég valdi Brennu í Kapellurhrauni út af því að þar var þekktur kvarnasmiður í Eyðikoti niður ströndina. Það er náttúrulega búið að rústa Brennuhrauninu náttúrulega að miklu leyti en það var ég gat labbað aðeins unna. Ég valdi Geitlandshraun og Kaldadal af því þar er einmitt þar var vísir af fjöldaframleiðslu í Húsafelli. Kvernháls í Svínahrauni valdi ég af því það er svolítið langt inn í landi og þetta er hraunbreiða, helliskersmelar og króklækjarmelar. Já, í Kvernhálsi í Svínahrauni þar er líka stutt yfir hálsinn, yfir Kvernhálsinn á bæ þar sem að kvarnasteinmiður sem á Kvarnastein á einu safninu, í Ánasýslu, bjó. Helliskersmelar og króklækjarmelar í Meðallandi, það eru staðir sem að Sæmundur Hólm segir frá, í gamla Leðvallarhreppnum sem að ég tók alveg bara, ég bæði valdi Leðvallarhreppinn til þess að skoða kvarnir í einkaeigu plús það að skoða þessa staði þessum var efnistaka. Kvarnarhraun á Haugafelli, þetta hraun er oft notað á Austurlandi yfir skriður líka, þannig að þetta er skriða í Haugafjalli fyrir austan í Stríðdal. Þar er rhyolít, mjög óvenjulegt berg sem var notað í kvarnasteina. Og áin Jóka og Ljósadalur, ég valdi hana af því að þar er á Vaði, já, Guðmundi frænda mínum, að þar er kvarnasteinn úr blöðróttu rhyolíti sem er ljósgult á liti og hann fann stóra steina í Jóku sem er flutt niður úr Ljósadölunum, þannig ég fór á það svæði fyrir rhyolítið. Og kvarnasteinakambur í Hrauntungu, það er nálægt Svartarkoti í Suðurárbotnum fyrir norðan af Bárðardalnum. Og þar er stórt svæði sem var tekin kvarnasteinn og Einar Friðriksson, kvarnasteinasmiður, hann bjó í Svartarkoti. Selgilsbotn í Ljósavatnsskarði, það er þar var, þetta er skriða langt upp í fjalli, þetta er hátt í landinu, það var aðalega ástæðan fyrir ég valdi það. Og þar er einnig til kvarnasteinn sem ég skráði bara þegar ég kom þangað, ég vissi ekki á honum. Svo er það Hofstaðarurð og Ketubjörg, þau eru tengd Viljukoppa, það er Skagfirðingur frægur sem farið aðeins sveitirnar í Skagafirði og framleiddi kvarnasteina og hjóða upp þegar það var búið að nota, byggði gróf skurði og svona fleira. Það er til ein heimild það hann hafi sótt berg líka í Ketubjörg en ábúendur þekktu engar slíka sögur, þannig að það er svolítið dúbjus en hann hafi róið alla leið yfir fjörðinn til þess að ná sér í berg þegar það er ekki eins og hægt, það er ekki hægt að komast undir Ketubjörg nema bara á báti og hefur lengi verið. Þannig að ég sleppti því Ketubjörgum og fór frekar, ég valdi Ketubjörg uppalega af því það var við ströndina en ég fór í staðinn í Hofstaðurðina þar sem hann á líka hafa náð í berg fyrir bæði Legsteina og Kvarnasteina sem er bara hann hinum megin við Skagafirði. Og svo fór ég í Berserkjahraun á Snæfellsnesi og Kvarnarhraun á Gufuskálum. Þar sem að Kvarnarhraun er örnefni við hraunbreiða við ströndina og Berserkjahraun þar er þekktur kvarnasmiður sem að fékk stór verðlaun fyrir kvarnasteinaframleiðslu. Þannig að það eru svona ýmsar ástæður fyrir ég valdi þessa staði. Við bara tökum dæmi hraunbreiðurnar, þá erum við að tala bæði Hellurhraun og Apalhraun. Klumbarhraun er uppbrotið Hellurhraun og það er Hrauntungan fyrir norðan. Það er alveg gríðalegt stóri klumpar af hellum sem hefði bara hægt að vera að tína upp á sandinum og í
í hrauntungunni sjálfri. Brenna í Kapellhrauni Apalhraun og Berserkjahraun. Það er mjög erfitt að fara yfir þessi hraun og maður getur alveg ímyndað sér að þeir hafi frekar haldið sig í útjaðrinum heldur en að labba mikið langt inn á þau, en það er mjög, það er kannski ekki auðvelt, en það er hægt að finna hellur hér og þar í karganum í yfirborði. Og ég veit ekki hvort þið sjáu það hérna, en þetta er Kvarnarhraun á Gufuskólanum og það er alveg stór breiða af risastórum hellum sem eru upp á rönd og til hliða og alls konar svona, ég veit ekki hvort þið sjáu það, en þetta er allt hérna hellur sem standa svona stóra hellur upp á rönd. Og þetta er sem sagt hérna, já, þess að hraunið er brotið upp í hellur sem sagt náttúrulega. Þeir eru ekki að eyða of miklum tíma í sem sagt aðra vinnu. Þeir bara snyrta það til og taka þessu heim til sín. Skriður og urðarjökkar, þetta eru 2 ljósmyndir hérna. Efri ljósmyndin er frá Hofsstaðaurð sem að ég svona hef svolítið trú á að þessi urðarjökull. Og þar er voðalega lítið framboð af grjóti hérna neðanlega, en hérna efst örugglega upp fjöllin og hérna í kring hefur það náttúrulega haldið sig að mestu því að í miðju, efst í miðjunni eru bara risastórir klettar sem að ég reyndi ekki eins og labbaði yfir, það var alveg hræðilegt. En hérna, það var erfitt, eins og ég segi, það var erfiðar að finna hellur, góðar hellur hérna í Hofsstaðaurðinni, en það er hægt. Ég fann að minnst eitthvað 1 eða 2 sem voru svolítið gifnilegar. Kvarnarhraun í Haugafelli er hérna fyrir neðan. Þetta er sem sagt, þetta er Haugafelli hérna fyrir ofan. Þetta er Kvarnarhraun hérna, þetta er svona stór skriðu hérna hóll úr ríólíthrauni sem að Carmichael skráði hérna 64 í fjallinu við hliðina og hefur trúlega liggur trúlega hérna efst í fjallinu hérna yfir og hefur hrunið yfir með skriðinni eða jöklinum eða hvernig sem þessi ég hugsa að þetta sé skriða frekar heldur en jökull, urðarjökull. En það er sem sagt mjög auðvelt að finna hellur hérna í þessu, af því þetta er sem sagt ríólítið brotnar upp í hellur og þetta er allt brotið þannig að þú getur bara farið og náðir í sem sagt brotið upp stóra hellu og farið með hana niður og það er til stór kvarnasteinn úr þessu efni niðri á Haugum. Og Selgilsbotninn er eins, sem sagt þannig í Ljósvatnsskarðinu, þar er svona skriða þar sem er hægt að finna hellur sem hefur dottið úr eða semst runnið úr fjallinu, semst ofarlega í fjallinu fyrir hana. Ef við förum svona aðeins í mela og sanda, semst króksækjamelar og helliskeismelar í Meðallandi sem að Sæmundur Hólm nefnir, að þetta eru melar og sandar þarna fyrir semst neðan botna og þetta er eldra hraun undir Eldgjárhrauninu og Eldhrauninu sem að renna miklu síðar. Þannig að þetta er mjög gamalt, mörg þúsund ára gamalt hraun sem er brotið af náttúrulegum, bara náttúrulegri veðrun í rauninni og hellurnar sitja í sandinum hér og þar og hérna Kjartan bóndi í botnum, hann keyrði með mig allt og sýndi mér fullt af hellum en hann kannaðist ekki við að hafa séð neinar sem honum þætti kvarnarsteina líkar. Og eins og Sæmundur segir frá þá bara greinilega grófu þeir og bara þeir bara leituðu svæðið bara eftir einhverju sem þeir gátu notað, týndu. Og það eru frásagnir frá 1783 og þá segja bændur frá því að það hefur hraun, Skaftáröldarhraunið er runnið að hluta yfir svæðið þess vegna þeir hafa notað til að taka kvarnarsteina. Þannig að, en svo sjálfsagt hefur Skaftárhraunið þegar það hefur kólnað svolítið og hérna, það hefur þeir örugglega getað nýtt eftir einhver tíma. Þannig að það er svona, sem sagt, hérna, já, og Geitlandshraun er svolítið, Geitlandshraun er Apalhraun, en það er mjög gamalt, þannig að, og sandloppi, þannig að það minnir svolítið líka á þetta svæði. Það er bara sandur og svo standa hellur hér og þar upp úr sem að hægt væri að hérna, grípa. Og já, og hluti af hrauntungunni er líka svona mjög sandorpið svæði þar sem hellur liggja bara og synda í sandinum hér og þar. Já, það er mér glemt að setja mynd, ég veist afsakar hans. En sem sagt, hérna, við sem sagt, árfarvegir og fjörur og þá er sem sagt þetta bara uppbrotið berg úr öllum áttum sem að áin eða sem sagt sjórinn brýtur niður að flytja með sér. Og sem sagt ég labbaði upp með Jóku í Skriðdal og upp í Ljósadalina
og þar fann ég ég var búin að setja myndir á þetta. Þetta eitthvað skrítið. En það var kvarnasteinn úr ríólíti á vaði og eitt svona stór púði af svona blöðróttugulu ríólíti sem hann hafði tekið úr Jóku. Og þetta kemur úr Þingmúla eldstöðinni sem þarna í Skriðdalsfjallinu í þar sem ljósárdalarnir skera fjöllin. Þannig að bara til að taka saman svona smá niðurstöður til að byrja með, að þá taka bændur bara efni við hvað sem þeir geta fundið hann, sérstaklega þar sem hann auðunninn og auðvelt að bara snyrta hann og taka með heim. Og til að spara vinnu og náttúrulega bara tól og tæki. Þetta eru mjög víðáttumikil svæði og ég hafði hugsað mér þegar ég byrjaði að ég ætla að finna einhverjar leifar af þessari framleiðslu og svo náttúrulega bara var maður að gera sér grein fyrir þetta voru bara mörg hundruð ferkílómetrar þannig að ég var ekkert að fara að eyða miklum tíma í að reyna að leita. Þannig að ég ákvað frekar að breyta þessu í að skoða bara hvernig svæðið eru, hvað þau eru langt frá bæ, hvað er erfitt að komast þangað og frekar að pæla svolítið í umhverfinu og fjarlægðin heldur en í rauninni vinnslu efniviði því að það mjög ólíklegt að finna það á þessum svæðum, það miklu frekar að finna það heima við bæ. Efnið var flutt heim á hestum og sleðum eða bara á bakinu með mosa undir bakinu eða mosa milli baks og steins. Og smiðir sjálfir voru bændur, hreppstjórar, prestar, leiguliðar, flakkarar, húskarlar, vinnumenn, bara alls konar fólk, kallar og kona, að minnsta kosti ein, hugsanlega. En þetta voru aldrei allir bændurnir, það voru alltaf einhverjir ákveðnir sem voru meira duglegri en aðrir sem bjuggu til fyrir nágrannana kannski. Litlum tíma var eitt efnistökustað, þú bara fórst og náði því í hellur og fluttir þar heim og vannst þær svo heima sem aukagrenn yfir veturinn. Og það mjög oft í þessum bréfum sem ég er búin að vera að skoða að það talað að framboð sé lítið og það sé erfitt að flytja og það er engar forsendur til þess að framleiða mikið af efni við á flestum stöðum á Íslandi eins og til dæmis eins og var gert í Noregi. Þeir eru náttúrulega Hillestad og Saltdal og Selbu í Noregi eru alveg gríðarlega fjöldaframleiðsla og það ekkert slíkt á Íslandi en Húsafell og bændurnir í Húsafelli sem fóru í Geitlandshraun og náðu sér í efni við og þeir eru sagðir hafa búið til steina fyrir allan Borgarfjörð. Það það sem kemst næst því að teljast einhver svona vísir að fjöldaframleiðslu. En flestir bændur smíðuðu fyrir sjálfa sig, ættingja og kannski næstu nágranna. Ef við förum aðeins í fjarlægðir og fyrirhöfn, ef maður skoðar efnistökustæðina sjálfa, að þá eru þeir sjaldan lengra en 5-10 km frá næstu byggð. Og það frá milli smiðanna sjálfra og efnistökustæða það eru alveg frá 3 og upp í 15 km. Og Geitland og Hrauntunga eru aðeins lengra frá kvarnasmiðunum, það eru 10-15 km þar á milli bæjar og bæjar þar sem kvarnasmiðun átti heima og efnistökustæðarins, en þetta eru staðir þar sem efnið í miklu magni. Þannig að það virðist hafa verið allt í lagi að koma með aðeins meiri fyrirhöfn að ná í efni ef efniviðurinn var mikill og góður. Ef við tökum 2 dæmi smiði, að þá var Einar Friðriksson í Svartárkoti, hann býr að minnsta kosti á 3 stöðum á sinni ævi og hann býr til myllu á hverjum einasta stað. Og þegar hann í Svartárkoti þá býr hann til myllur þegar hann býr í Reykjahlíð við Mývatn, þá býr hann til myllur, eða smíðar myllur og sjálfsagt myllusteina líka fyrir marga, minnsta kosti 6 bæi í kringum Mývatn. Og það en það aldrei meira en í 20 km fjarlægð. Frá bústaðnum hans. Það eitt dæmi þar sem hann sagður hafa búið til myllu í Eyjafirði en það þessi undantekning. Farandverkamenn, það Jakob Myllukobbi Jónsson, hann dæmi, hann svona flakkari, hann á Minnibrekku í Fljótum, alveg hann á Tanni við Skagafirði, úti í Skagafirði,
En hann mjög sjaldan heima hjá sér og hann hann mikið þarna á skaganum að flytja sig og systur sinni á milli bæja og hann ferðast alveg frá 40 upp í 60 km og hann svona, en ég myndi segja að hann væri svona þessi undantekning. Það náttúrulega örugglega hafa verið einhverjir verkamenn sem hafa flutt sig en oftar en ekki hafa þetta verið fastir bændur, bændur fastir á sama stað. En það svona svolítið svona, bara svona til að ljúka, að þá svolítið gyrnilegt að segja bara eða koma með þá tilgátu að svona áhrifasvæði bónda, í kringum bæinn hans, að sé svona kannski 15-20 km radíus sem að svona hann lifir sínu lífi í, skulum við segja. Að minnsta með tilliti til kvarnasteinasmíði og myllusmíði. Og þá svona gyrnilegt að svona reyna skoða hina efnistökustaðina út frá þessari niðurstöðu, niðurstöðu, skulum við segja, að hvort að ég geti fundið einhverja gyrnilega efnistökustaði út frá hvar kvarnasmiðirnir eru staðsettir. Og það er búið. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Kannski einhverjar spurningar? Já. Hefurðu fundið einhverja heimildir sérhæfð verkfæri eða tól? Ekki íslensk. Hann Magnús Ketilsson, sýslumaður í Dalasýslu, hann sendir póst til Rentukammersins og segir við höfum ekki nógu góð tóltæki. Hann er sá eini, hann er svolítið tækjakall, og greinilega. En það er ekkert sem að gefur til kynna að Íslendingar hafi ekki getað búið til kvarnasteina bara með sínum tækjum og tólum. En það eru, til dæmis þegar við fórum til Bretlands, til Orkneyja, að það eru til mörg sérhæfð verkefni sem að kvarnasteinasmiðir nota. Og það eru til dæmis að skógum kvarnasteinar-klappa, en hún er bara, þetta er bara svona lítill hamar sem íslensku bóndi hefur getað auðvitað gert svona. Hver er munurinn á þessu bresku þá og Breskuna það eru miklu sérhæfðar, þeir eru miklu betur gerðir. Þetta er timbur og járn og þetta er svona miklu faglegra heldur en svona þetta svona íslenska frindalega. Klappan íslenska á skógum hún steinn? Nei, hún er járn. Kvarnasteinarklappan er úr járni. Byrjaði þessum hefur við gert athugun á stærðinni á þessum kvörnum. Já. Ég ekki gríðarlega stóra kvarnasteina frá Baugstöðum í Flóa. Já. Ég veit ekki sé stærri en þeir voru aldrei notaðir. Það var Nei. flytjað upp á Hvammi á landi, en það varð ekkert úr því og steinarnir lágu þarna áratugi, en eru nú farnir út í veður og vind núna, ég veit ekki hvað það er. Nei. Og svo annað, var eitthvað verðlagning á þessum kvarnasteinum? Hvað kostaði svona stein? Já, svo ég svari fyrstu spurningunni að þá stærðin, ég svo sem tek ekki með, en þú ert alveg með frá, ef ég tala líka það eru kaffikvarnir sem eru bara svona eins og 30 cm stærð sem eru úr íslensku bergi og svo er það alveg upp í, held ég, 60 cm í þvermál, já, íslensku steinunum, já, í þvermál, 60 cm þvermál. 90 cm í þvermál. Já, það væri mjög gaman að sjá þá, en allir erlendu svona myllusteinarnir sem ég hef séð eru alveg meter, sem miklu stærri, miklu þyngri. Það er einn myllusteinn norskur á safninu á Akureyri sem var alveg gríðarlega stór og þungur, örugglega 600 kg hvor steinn. Og svo er einn fyrir norðan í Suður-Þingeyjarsýslu á Húsavík sem er sandsteinn, erlendur sandsteinn og hann er líka meter í það. Og sambandi við verðlagninguna að þá er alveg verðið frá kannski svona hálfum ríkisdal, 48 skildingar fyrir steinin, fyrir litla steina og alveg upp í 1,5 ríkisdal fyrir stóra steina í íslensku verðlagi. Já, Guðmundur. Hvað tók það langa tíma að smíða einn kvarnastein, eða höggva til einn kvarnastein?
Já, það góð spurning. Hverju voru það sem átt til ferðingar? Það var bara bóndinn sjálfur. Hann alltaf hafði viðmið í verðin á innlendu kvörnum. Nei, já, Verðlaunin, já. Já, verðlaunin, já. Það var bara rentukamerið, minni mig, sem ákvað hvað það ætti að fá í verðlaun fyrir hvern stein. Það sett upp svona tilgáta fyrst, það sem sett svona margir ríkisdalir fyrir 2 pör, svona margir ríkisdalir fyrir 6 pör og svo jókst það alltaf eftir því sem fleiri pör þú komst með í verslunina, en svo var það bara minkað niður í, hvað var það, 16 skiltingar fyrir lítil pör og 24 skiltingar fyrir stóra. Þessi bara þess að minkað. Nei, það virðist ekki vera, það var bara sagt að þeir þyrftu að vera náttúrulega nýtanlegir, þeir þyrftu að vera, þú ert að geta notað þá, og ég hef alveg séð alveg hryllilega ljóta kvarnasteina, en þeir hafa örugglega alveg haft notagildið þeirra var alveg fullkomið þó að þeir væru kannski alveg hrikalega ljóti. Spurði aðeins tækni við að vinna þessu steina. Var ekki hætt á því að menn fengi ofan í sig eitthvað grjóti með brauðinu eða grautnum? Jú, gott. Þú borðaði mikið af grjóti í brauðinu. En þú hefur upplýsingar tækin sem að nota voru, annað heldur þessa klöppu? Nei, þetta voru bara, það yfirleitt bara talað hamar og metir, sko. Það ekkert, og svo þetta dæmi þessa kvarnastæri klöppu í skóum. Það þannig alltaf bara, grjótið fer í mjölið í möluninni, þegar bergi brotnar upp við mölunina, af því þeir náttúrulega snertast þegar malaðar steinarnir. Svo kannski var eitthvað sigtað áður en þú bjóst í brauðið, en þú náður aldrei öllu. Ég hef ekki fundið upplýsingar það. Ég hef fundið að hann Ólafur Ólafísson nefnir að minnstakosti, hann nefnir kvarnarsmiði á Norðurlandi og hann nefnir Geddu í Húnaþingi, Geddu, það einhver svona fjall þarna í Húnavatnssýslunni sem heitir Gedda, þar sem hætti að vera sandsteinn. En hvort að það var nýtilegur, ég ekki alveg viss það. Já, hann að minnstakosti með þetta í huganum að minnstakosti þegar þeir að ferðast þetta á þessum tíma. Stein. Það er skemmtilegt, hefur séð, er mikill munur á eldri steinum og svo þessum frá 18. Já, sko ég er ekki búin að búa með típológinu ennþá, það er næsti liður, en það er alveg greinilegt að til dæmis steinar sem hafa fundist frá víkingaöld og byrjun miðalda eru miklu meiri halli á mölanuflötunum heldur en þessi 19. og 20. aldar sem eru bara flatir. Og þá getur maður svolítið ímyndað sér að þessir seinni tíma steinar hafi bara verið svolítið módelaðir eftir innlendu steinunum, norsku steinunum sem eru bara flatir, og svo náttúrulega líka þessum myllusteinum sem í millunum náttúrulega stertast steinarnir ekki, og þeir eru alveg bara rennisléttir. Þannig að mölunarflutunin á einhverjum ástæðum hefur ekkert verið mikilvægur, að minnstakosti ekki í seinni tíð eftir 17. öld. Hvar hafa elstu steinarnir fundist? Elstu steinarnir hafa fundist í Aðalstræti og í höfnum í Vogum, Hrísbrú. Það eru svona þessir elstu steinar í Mosfelldal. Já, hann hérna. Hefur þú kannað hvar voru vatnsmyllur og vindmyllur og hvort að þessi steinar voru með staðir í handkvarnir eða í myllur? Sko ég hef ekki skoðað myllur mikið, en ég hef skoðað það svolítið og ég hef alveg frásagnir þar sem er sagt að myllusteinin var bæði kvarnasteinn, handkvarn og myllusteinn. Því að þú í mörgum tilvikum að þá hafðir steinin út í myllunni á sumrin, en tókst hann svo inn á veturna svo hann skemmdist ekki í frostinu. Þá var hann notað þessum handkvarn. Þannig að það er ekki, þú getur ekki sagt til að eitthvað sem hafi ekki verið myllusteinn þó að þessi handkvarn á hann.
Því að til dæmis líka ef það kom eitthvað fyrir í millinu þá þurftur að snúa með handafli í millinu sjálfri og þá var handfang líka. Þú rekist á kvarnasteina sem voru á Keldum og Rangárvöllum? Já, þeir eru komin í Þjóðminjasafnið. Ég er búin að kíkja þá. Já, þeir eru komin á Þjóðminjasafnið bara mjög nýlega. Ég er búin að skoða það. Já, íslenskir. Smíðu þeir hér? Já, það get ég ekki sagt til mjög líklega. Er ekki hægt að ráða í þetta þegar maður er að skoða þessu steina hvaðan þeir eru? Nei, ekki maður hefur ekki upplýsingur það, þá get ég ekki. Íslenskt berg það er hægt að flokka íslenskt berg eftir efnagreiningum á ákveðin svæði, en bara með því að horfa á þau er það erfitt. Og það þarf mikla vinnu í það ef maður ætlar að reyna yfir höfuð. Guðmundur? Ég tók eftir að það voru einn þeir staðir Geitland sem voru til land. Hrauntunga í Suðurárbotnum. Nú var bær í Geitlandi. Já, það er fyrr, er það ekki? Já, það er fyrr, en það er selst að Já. Kannski við á sumri. Já. Og kannski þá nýtt sér Já, það getur vel verið. aðstæður til þess að Það getur vel verið, en það er svona, í lýsingunum er það svolítið svona eins og... Já, ég talaði við sem sagt hann ég fann að rugla öllum þessum verðum saman. Sem sagt, það er mjög gamall bóndi í Húsafelli, nafnið þess alveg stólið mér. En hann er mjög fínn kall og ég spjallaði með hann er komin yfir nýrætt sko og hefur skrifað mikið Geitland. Og hann sagði þetta hefði bara verið sem sagt, bara ein ferð frá Húsafelli upp í Geitland, öllum eru safnað saman og svo aftur heim. Hann sagði að það væri alveg mögulegt að þeir hefði farið kannski í lausastaferðir uppbyttir til þess að safna öllum saman fyrst, en hann stalti það svona ólíklegt. En leiðin sjálf, Kvarnavegurinn, hann lá framhjá bænum, gamlu bæjunum þarna fyrir neðan Sandan. Þannig að þeir komu við þar að sjálfsögðu. Þetta eru við Pála Húsafelli? Já, en hann gat nú ekki hjálpa mig mikið. Það feist ekki í kvarnasmiði? Nei. Þetta eru við Kristleifur líklega eftir það ekki? Jú. Nei, hann er eldri, Kristleifur er yngri, hann er elstur. Hvernig mann ég ekki hvað hann heitir? Hann er dáinn núna sko, hann er í svona 90. Ég með nafnið á hann hann ætla með þetta. Afsakið. Hann heitir... Þorsteinn Þorsteinsson, fæddur 1925. Hann á þarna sumarbústaði í Húsafellum. Já, það getur við. Já, gerðu svo vel. Veistu okkur hvað endast lengi í steinarnir? Það væntanlega oft þurft að nýja þá. Nei, það nefnilega þurfti ekki oft ef þetta var góður steinn. Ef þetta var góður steinn, þá gat hann alveg einst í 50-60 ár. Það setur það svo steini hérna upp í Þjóðminjasafnið sem er á norsku. Hann er mjög slitinn, örslitinn. Svo ég man að steinar sem að ég fannist fyrir Hvítarholti, þeir voru nú íslensku hundríti. Þeir voru sumir mikið slittir og sumir voru brottir, þannig að geta brotna líka. Ég skoðaði líka einn sem var alveg bara svona örþunnur og hann hékk endur saman af því hann var með svona gjörð, svona járngjörð utan. Þannig að þeir voru alveg gjörnýttir, en ef þetta var góður steinn þá endust þeir í 2 ára. En þessar kaffikvarnir, hún nefndir eina hann, voru þær algengar? Hefur þú fundið þær víða? Já, ég fundið þó nokkrar. Á söfnum? Já. Ég var eiginlega svolítið fúl af því ég var komin með yfir 520 steina, svo tók ég kaffikvarnirna út og þá var ég komin undir 500. Þannig að þær eru alveg hátt í held ég 16-18 bör, eitthvað slags. Ef ég með það. Já, ekki svo vel. Á þessum elstu stöðum, þar sem kvarnir hafa fundist, kvarnsteinar, er einhver merki myllur? Ekki svo lítið. En það er, ég veit að myllur voru komnar, það voru byggðar myllur í Noregi á þessum tíma,
þegar Ísland var numið þá voru vatnsmýlur í Noregi, en hversu algengar þær hafa verið er ég ekki alveg viss. Og ég veit ekki ég þekki ekki neitt uppgröft á myllum frá Landnámsöld hérna að minnsta kosti, en þið megið alveg segja frá þeim ef þið hafið heyrt þær. Hvað myllan á Keldum? Sko myllur á Íslandi verða algengar eftir 1850, og eftir 1850. Þær eru byggðar í loka 17. aldar, 18. aldar, en þær verða ekki algengar fyrir inn miðri 19. aldar. Var það ekki Ólafín sem gaf út bæklingin myllur fyrir maður 1780? Nei, ég held að það ekki verið Ólafín. Það var einhver bóndi á Vestfjörðum einhvers staðar. Já, hann var á Vestfjörðum. Hann var á Barðaströndinni. Sá kall. Ég man ekki alveg hvað hann heitir. Þorleifur. Þessi bæklingi, hún var útbýtt ókeypis. Já. Og það er líka mikið talað hann. Að þá hafði hún komið aldrei svona skriður á myllur. Það voru sumir sem gerðu þær, sko. En þær eru ekki algengar, þannig að þær voru næstum frá öðrum hverjum bæ fyrir en eftir 1850. Og til dæmis ég veit bónda sem í Skaftafellssýslu, Vestur-Skaftafellssýslu sem var ekki að byggja sína myllu fyrir 1847 eða eitthvað. Þannig að það var svona aðeins minni skriður á myllubyggingunum heldur en Kvarnasteininum sjálfum. Ein í viðbót, ef einhverjum með. Guðmundur. Hefur fundið einhverja heimildir að húsdýr hafi verið notuð til þess að snúa stóru myllusteinum? Mér rámar nú eitthvað í það, en ég get ekki sagt með fullri vissu hvort það var í erlendir heimild eða íslenskri. Ég held ekki. Ég hef bara heyrt sjávarfarsmyllur, vindmyllur og svo vatnsmyllur. Ég hef ekki ennþá fundið, en það er næsta verkefni. Sjávarfarsmyllur? Hvað er það? Já, þær voru mikið á stöðum þar sem við ströndina þar sem voru ekki lækir. Til dæmis eins og á Reykjanesi, þar var mikið af vindmyllum og held til sjávarfallsmyllum. Af því það var ekki, þeir höfðu ekki lækina til þess að orkuna í lækjunum til þess að Ég veit ekki alveg hvernig það virkuðu, en þetta hafði eitthvað með sjávarfallinu að gera og lón og eitthvað svona. Já. Var það ekki alveg vestur á Verði í Öxney og þar? Ekki Verði, ég bara tekja það ekki núna. Það var ekki hitt annar staðar. Hvað var mælað í þessum kornum? Þú nefndir þetta melgresi, en það getur nú alltaf rétt verið, heitir ekki kornið? Melgresi, Vestur-Skaftafellssýslu var villt melgresi nýtt alveg lengi. Kornið sem var mælað en ekki gresi? Já, kjarninn í melgresinu var notaður, já, þurrkað og hérna. En var eitthvað mælað annað heldur melgresi og svo bygg? Rúur var miklu algengar á Íslandi heldur bygg og ég veit ekki, þeir fluttu inn hafra að minnsta til að byrja með. Þannig að þeir hafa kannski líka verið malað, ég veit ekki. Það er ekki kaffi í svona? Jú, kaffikvarnir, ég hef skráð margar kaffikvarnir, sko. Já. Svo er líka talað í gamlum heimildum, þá talað saltkvarnir og piparkvarnir, en ég veit ekki hvernig þær hafa litið út. Spurning hvort að þær hafa verið svipaðar, ég veit það ekki. Eða hvort að það hefur bara verið mortel. Ef að segja þetta gott, eða viltu hérna einhverju fleiri? Bara takk hérlega fyrir mjög áhugavert erindi.